Ísak, það Haítí, hvernig rýst þér á þetta verkefni? Bara vel eins og alla landsleiki, bara spenningur að vinna Haítí var mjög gaman og klára þetta verkefni vel. Hvernig leikmenn við búist við? Þeir eru mjög fysikal lið, svolítið svipað eins og Kanada, mjög energetic lið. Kanada kannski pressa aðeins herra en þetta mjög svona fysikal lið og við þurfum bara að vera klárir í það. Þú eru svolítið svona gagnrýni heima að við séum að fá okkur ómikið af mörkum sem að leika inn ómikið af mörkum, það ekki eitthvað sem að liðið þarf að bæta? Jú, en ef þú horfir á Kanada-leikinn þá fá þeir 1 færi í leiknum, náttúrulega gefið þeim 2 víti en þú veist, in open play þá voru við bara mjög solid varnarlega og við þurfum ekkert að hlusta á það sem fólk er að segja heima, við fókusum bara á okkur og taka næsta leik og gera bara betur. Þessi gluggi, bara hvernig mun hann nýtast ef vel fer á morgun? Við fengum á fundi núna að langt síðan við höfum ekki tapað, sem sagt farið í glugga og farið heim með ósigraði og það núna bara verkefni að við gerum jafntefli við Kanada og væri mjög sterkt að vinna Haítí og fara svo heim ósigraðir, það væri mjög sterkt. Er það á góðu skreiði áður en við förum í þjóðadeildina? Já, þetta eru öðruvísi verkefni sem við erum að fá, eins og ég sagði, Kanada og Haítí mjög svona fysikal lið. Ég hef persónulega ekki spilað svona á móti svona liði áður, þetta var rosalega svona fysikal og mikið að hlaupum, kannski lítill fótboltaspilaður en þetta bara mjög flott verkefni og líka í Japan í sumar, það verður líka allt öðruvísi, þannig að við verðum bara undirbúnir út í allt þegar það kemur á þjóðadeildinni. Allt þessu umhverfi eftir að hafa verið með 30.000 áhorfendur á móti Kanada, það verða engir í stúkunni á morgun. Hverju breytir þetta? Það verður aðeins öðruvísi. Við þurfum bara að finna motivation hjá okkur sjálfum. Þetta er bara landsleikur og við ætlum að gefa 100% í þetta þó að það sé ekki stuðningur í stúkunni. COVID var náttúrulega svona, við spilum nokkra leiki svona og við þurfum bara að vera klárir og motiverir að gera okkur besta og gera sem best fyrir okkar þjóð, það er bara staðan. Fyrir til Þýskalands, hvernig er lífið í Köln? Mjög gott, þjálfarinn var rekinn reyndar daginn, við erum ekki búin að vinna eins marga leiki og það vonast var eftir, þannig að hann þurfti að fara þjálfarinn, en núna eru 7 leikir eftir og við erum ekki í fallsæti eins og þannig að við ætlum bara að gera allt til að reyna að bjarga okkur frá falli og mér langar náttúrulega eins og bara að spila í Bundesligunni sem mest, þannig að það er markmið númer 1, 2 og 3 þegar ég kem heim að halda okkur í deildinni og það væri mjög gaman. Ánægður með þitt hlutverk í liðinu? Já, bara fyrsta tímabili í topp 5 deild, maður bara koma sér inn í þetta, fyrsta tímabili var alltaf að fara að vera upp og niður en ég hef bara verið heill og náð að spila mjög marga leiki, þannig að ég er mjög sáttur með það. Og svo vonandi á næsta tímabili í Bundesligunni að byggja ofan á það, læra fyrsta tímabili og svo verður seinna tímabili vonandi ennþá betra. Finnur það verið miklu mun á deildum, á B-deildinni? B-deildin er svolítið svipuð eins og Championship, hún er mjög fysikal og maður og mann og maður þarf svolítið bara að leysa stöðuna sem maður fær 1 á 1 og gera það best úr því en miklu meira svo taktikal hlutir í Bundesligunni. Maður fær eiginlega meiri tíma á bolta í Bundesligunni heldur en í Zweite Bundesligan en það er bara svona allt öðruvísi hlutir. Ef maður gerir mistök þá er maður refsað í Bundesligunni en þetta eru báðar mjög skemmtilega deildir en ég vil halda mér í Bundesligunni. Á lokum, besta deildin að fara að byrja, náttúrulega 2 lið sem þú munt kannski aðalega að fylgjast með þar, IA og FH. Já, algjörlega. Ég sá að leikurinn FH og IA er 29. maí en því miður verðum við úti í Japan, þannig ég missi á honum. Þannig að ég fylgist með honum í a different time zone eins og maður segir. Þannig að já, ég er spenntur að sjá FH og spenntur að sjá IA líka. Já, greinilega, fyrst þú ert farin að skoða bara dagatalið strax. Já, nákvæmlega. Nákvæmlega. Hvernig líst þér á þessi lið? Ég er náttúrulega búinn að fá fullt af stórum póstum inn í lið og FH að byrja sína vegferð. Þeir eru maður þarf að byrja svona finnst mér ef maður ætlar að byggja upp stórlið í framtíðinni. Ég meina eins og Arnar gerði með Víking, hann spilaði fullt af ungu leikmönnum og var að þróa sinn leikstíl og svo á endanum eftir 3-4 ár þá getur þetta orðið stórveldi aftur. Þannig að mér líst bara mjög vel á þessa stefnu sem FH er að gera og bara mjög flott.